mánuðum síðar hef ég undirritað reglugerð það að fella brott allar takmarkanir á samkomum vegna farsóttar. Frá og með morgundeginum falla því úr gildi allar takmarkanir á samkomum innanlands, þar með talið fjöldatakmarkanir, grímuskylda, nálægðarreglan og svo framvegis. Opnunartímar, allar þessar takmarkanir eru felldar niður. Getur verið að ég sé frjáls? Oh my god, ég trúi þess ekki. Ég ætla beint á barinn núna, hitta alla sem ég þekki. Eftir sóttkví og leiðindi, loksins aftur orðin frjáls. Ég ætla djam í alla nótt, vil fá tungu beint ofan í háls. Get ég fengið annan, hafðu hann tvöfaldan. Loksins kemst á djammið, það eru mannréttindi. Ertu að djóka með þennan gaur? Aldrei sé jafn heitan mann. Vá hvað ég dýrka varirnar, verð að fara og tala við hann. Þessi blía að reyna við mig, djöfull ég til í það. Ég væri til í að elska þig, já, bara svo að þú veitir það. Hvert fór ég eftir partí? Ég man ekki eftir neinu. Hvaða rúmi ligg ég í? Hvaða gaur þetta? Ekki einu sinni sætur. Hvað var ég að pæla? Ég held ég þurfa að æla. Góðan dag, það finnur smitrakningar teymið hér. Þú varst á klöpp Bankastræti í gær og mögulegt að smitaður sér. Þú þarft að fara í skimun og fram að því sóttkví. Töluverður fjöldi var fyrir hópsmiti. Þarna strókurinn, krakkar. Sjáu þið bara hvað þetta nær vel yfir. Maður verður bara að skella sér þarna því að það eru allir búin að fara að skoða þetta. Hey, eigum við ekki bara að skella okkur? Já. Já, er það ekki? Þetta er dálítið mikið labb fyrir mömmu þína. Hvað? Þetta er bara þarna. Pabbi, hvernig kom eiginlega? Þetta er bara hana. Ok. Hvenær komum við? Svona í alvöru? Þetta er bara hana. Ekki stoppa kaðalinn! Hvað? COVID! Mamma! Mamma! Þetta er bara hérna. Þetta er bara hana. Mamma, kom hér! Kom að sjá. 57. Já, ég ætla að fá hjá þér tvö svona hraðpróf. Fyrir COVID þá? Já. Hvað er til hraðpróf einhver öðru eða? Já. Eins og hverju? Við kvíða. Kvíða? Ok, ég skil. Ég skil. Nei, þú skilur reyndar ekki. Það er rosa flókin tækni á bak við kvíðaprófin okkar. Já. Og þarft að vera lyfjafræðingur til að skilja þau. Já, allt í lagi. Ertu lyfjafræðingur?
Nei. Vistu þannig? Ha? Viltu kvíðapróf? Ertu alltaf að vera Viltu svona- kvíðapróf? Já. Ok. Þetta var prófið og þú ert með kvíða. Næsti. 58. Hvernig bóluefni fékkst þú? Pfizer, svo tók ég seinni skammtinn með Moderna að því ég las mig til að það væri aðeins betri meðgönguvirkni í RNA-nu undir lok virknitímabilsins ef maður blandaði saman Pfizer og Moderna. Og svo líka hún Dolly Parton, ein af framleiðendunum, ég algjört fan. Já, Dolly algjörlega frábær. Já. Og Moderna og Pfizer virka vel saman, en sérstaklega ef þú tekur smá Janssen og mylur því saman við. Þá áttu komið með smá svona sjoppu-dæmi ofan í þetta hátæknidót og þá maður góð. Ég að vinna með Pfizer og Moderna og fara svo í Janssen örvunarskammtinn. Unglingurinn á heimilinu fær bara Moderna. Ég alveg búin að lesa mig til þetta allt saman, sko. Ég var líka að lesa þetta mál og ég var bara niður á Suðurlandsbraut áðan. Já, ég líka. Í örvunabólusetningu og valdi sérstaklega AstraZeneca en drakk 1,5 lítra af andóxunarbústi strax í kjölfarið og þurrkaði út Astra-hlutan og að vinna með PuraZeneca í mínum aðeins. Bólusetningar besserwissirarnir. Annars var ég að lesa að besta vörnin gegn suðurafríska afbrigðinu væri Sputnik 5, en bara ef það er búið að liggja í virkri boðefnasetningaupplausn í minnstakosti 3 daga. Ég las það þyrfti að vera í 4 daga. Já, ég sagði að minnstakosti 3 daga. 4 dagar eru ákjósanlegir. Getum við þá verið sammála að við erum bæði fá þetta? Jú. Þetta er algjörlega magna. Þetta er móðir náttúra skarta sínu fegusta. Já, flott. Við skulum bara drífa okkur, við stöndum að sjá þetta. En hvað ásti mín? Mamma! Hvað? Finnum ekki ömmu? Hvað er César? Ég veit það ekki. Hvað djókar mér? Vá, já, þetta hefði getað farið verð. Kvæti. En eru þið búin að fara upp á Gossi? Herru, já, fór síðustu helgi. Já, þetta er magna. Ég veit það. Bara að vera í nálað við þessa orku og þessu öfl. Ég er ekki búin að fara. Ég mæli með. Ég er að pæla að fara aftur, sko. Ég er búin að fara 2 svar. Þetta er svo gaman. Ég held ég sé bara svo eina sem er ekki búin að fara. Já, einmitt. Hún lætur í sér heyra. Herru, svo bara búið cancelur öllum. Öllum. Þá ætti bara að cancela mér. Af því ég er ekki búin að fara á að skoða eldgosið. Nei, ég segi svona. En ég á eftir að sjá eldgosið. Ég veit, ekki drepa mig. Jafnvel þegar það er enginn að biðja það. Já, ég ætla að fá eina pítsu með sveppum, þystilhjörtum og ég er ekki búin að skoða eldgosið. Og hvítlauksolju. Og það er ekkert sem þú getur gert í því. Já, nei, ég er ekki búin að sjá það. Og ég var bara, nei, ég er ekki búin að fara að skoða eldgosið. Allir eru búin að fara, nema ég. Sorry með mig, ha? Má maður bara ekki vera búin að fara að skoða eldgosið í friði eða hvað? Hún er konan sem er ekki búin að fara að sjá eldgosið. Ég var nefnilega alveg eftir að skoða eldgosið. Það er ekkert endilega víst að ég muni skoða eldgosið. Ég held, sveimi þá bara ekki. Og er alltaf að tala um það. Hvernig er þetta? Jæja. Þá er maður loksins komið með Pfizer. Þá sjaldan að maður fær sér. Hingað er kominn maðurinn á bak við þá sjaldan maður fær sér brandarann sem hefur fengið hvorki meira en minna en 43 like og hefur verið deilt hátt í 7 sinnum á samfélagsmiðlum. Já, sakið maður er bara ennþá hlæjandi hérna við eigin fyndni. Þetta er bara ekki þín eigin fyndni. Það var ég sem sagði því þá sjaldan maður fær sér fyrst. Fannar, þú heldur úti Facebook-síðunni Pappabab sem hefur heila 106 fylgjendur og þú vilt meina að Gauti hafi stólið þínum brandara. Ég veit hans þar alveg vegna þess að hann var fyrir fram að mig í bólusetningaröðinni því ég sagði hann fyrst. Og ég sagði, það er ekki oft sem maður Pfizer og þá sjaldan maður Pfizer og ég man þú hlógst. Já, ég var að hlæja brandara sem ég hefði sami skömmu áður, sko, sjálfur, sem var svona Sjensinn að ég ætla að hafa með Jensen. Já, ég var að hlæja semst að því. Samtið þú kannski hann líka, eða? Nei, ég sé mikið umulega brandara. Sko, við skulum segja þetta gott í kvöld. Við sjáumst aftur á morgun. Veriði sæl. Takk fyrir. Fyrirgefiði. Ég er að velta fyrir mér. Ég er að fara út í fyrramálið og bara ekki með allt á hreinu.
Get ég farið í svona hraðpróf hér? Jú, það eru hraðpróf hér. Fæ ég þá bara skírteini líka hér og er hraðpróf nóg? Hvert ertu að fara? Til Tenu? Það sem þarf að hafa í huga þegar haldið skal í ferðalag. Á heilsuveru prentar út skírteini, bólusetningu framvísar. Vandið þig vottorð og pappír með stimpli, þá vísum þér á gæsluna. Hraðprófið okkar er hentugt í brottför, Rapid Antigen heitir það. Á flugvél á Teni farið í tékk, áður en að heim skal halda. Og eftir lendingu annað próf, innan 2 sólarhringa. Svo bara muna sóttvarnir, sérstaklega á vellinum. Og eins á þínum ferðum erlendis, ekki klikka á brúsanum. Takk. Ég get ekki meir. Ég er að deyja úr hungri. Já, það er kex í bílnum. Ég held að það er allavega eitt eftir. Pabbi, þú erum aldrei komið. Jú, ástin mín, þetta er bara þarna. Það. Ertu alveg viss? Hvar er helvítis bíllinn? Það er bara þarna eftir mér. Lítur að vera. Get ekki meir. Þetta er bara þarna. Jú, það er rétt. Ég hef verið að beita streymisveitu Disney þrýstingi og fá þau til að talsetja barnaefni yfir á íslensku, en að sjálfsögðu höfum við þurft að koma til móts við þau til að ná okkar markmiðum og þess vegna hefur mennta- og menningamálaráðuneytið tekið þá ákvörðun fyrir hönd Íslenska ríkisins að gefa Disney okkar dýrmæta sagnaarf Brennunjáls sögu ásamt réttinum á þeirri sögu ókomna tíð. Based on a true saga. Njál, my Njál ó Bergþórskvóli. Gunnar og Hlíðarend. You son of a teen. From the studio that brought you Thor and Loki. Njál, who is that? That's Hallgerda. She's absolutely reckless than you had. Like in a bad way? Gunnar, she's bad news. Gunnar O'Leary, will you take Hallgerd Huskelstarter as your quona? Yes, I do. The saga that started it all. Hallgerd, you can't just send slaves to another town to steal bread and cheese. It's unethical, and it won't help our image. I mean... This mansplain I will avenge. He can jump his height in full armor. He can also swim like a seal. Hallgerder, give me a lock of your hair. Payback's a teak. Get ready for the saga of Burnt Njál. Komið sæl og velkomin í hlaðvarpið Hlaðvarpan. En við erum í boði dekkjahaldarinnar Protein.is og súrdegsbrauðsins frá Millunni. En við erum komin hingað með frábæra gesti til okkar í dag sem eru aðrir hlaðvarpstjórnendur. Ef við byrjum á þér, Pétur, hvað er hlaðvarpið þitt? Mitt hlaðvarp sem er í boði Ávexti.is, Oriblu og Blandís gengur að mestu leyti út af það að ég sest niður með öðrum hlaðvarpstjórnendum. Og hvað eru það að fjalla aðalega? Við tölum mest hlaðvarpin okkar. En þú, Kolfinna, hvað er þitt hlaðvarp? Jú, ég er með einfalt konsept. Ég fæ til mín góðan gest og við kryfjum eitt málefni til mergjar. Aha, eitt málefni í hverju minnsta þætti og hvaða málefni hafið þið aðalega verið að taka fyrir? Jú, ég er bara búið með eitt þátt, þannig ég er búin að taka eitt málefni fyrir. Og hvaða málefni er það? Hlaðvörp. Þetta á eftir að vera stórskemmtilegt, það hlakkar í mér en við eigum eftir að vera hérna saman næsta 3,5 klukkutíman í þessu innihaldsríka spjalli í boði Prins Lu.
Så sender du bare tilbake leghalssinerne når du har rannsakket dem. Takk fyrir. Mange takk. Hæ. Nei, hæ. Hæ. Finnst þér ekkert erfitt að skokkast svona í borginni? Nei. Ég gæti þetta ekki. En byrju, þú ert að hlaupa? Utan vegar. Ég hleyp utan vegar. Já, ég skil. Til dæmis í skurðum. Svo er ég líka búin að vera í mýrarhlaupi og klettaskokki. Vá, engin smá dugnaður. Já. Nei, veistu, það er ekkert eins gott og að þrykkja mér ofan í móbergslög og hamra á basalti. Annað er ekki hlaup, fyrir mér allavega. Herru, láttu mig ekki trufla þig, hérna, malbyggið bíður þín. Plamp, plamp, plamp. Plamp, 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 plamp. Já, þú voru góð stelpa. Stella. Elsku Stella, svo góð. Búið svo frábært ár með þér, elsku kettlingi. Alveg búin að bjarga okkur. Við heldur betur. Við munum krakka hvað gaman að labba með Stellu COVID-inu. Já. Ég kissi, já. Já, herri, Já. Blessuska mín. Já. Bless, takk fyrir allt saman. Við séum fyrst að vinum allar líka. Já, svona, já. Sjáum við leikana. Það var til líf. Ég get ekki beðið. Gott kvöld. Samkvæmt nýjustu könnunum eru 80% skólakrakka ólæs. 90% fullorðinna trúa ekki á neitt í lífinu. Og 100% allra landsmanna eru kvíðnir og líður illa, alltaf út af öllu. Til að ræða þessi mál eru hingað komin Víðir Reynisson, sviðsstjóri almannavarna og Veronika Ísfjörð, áhrifavaldur. Verið velkomin. Takk. Ef við byrjum bara á þér, Víðir, hvernig eigum við að bregðast við þessu ástandi? Já, það er náttúrulega mikilvægt að sótthreinsa, spritta hendur og tryggja nálæðamörkin. Takk fyrir það. En þú, Veronika, áhrifavaldur, áttu skilaboð handa hræddri þjóð? Neglur.is, far í lönns, 2 fyrir 1 skælagún, búblur, þakklæti. Já, takk fyrir það. Við ætluðum að fá fleiri í þáttinn til að ræða þessi mál, en allir sem við höfum samband við eru kvíðnir og eða hræddir, búið að slaufa þeim eða í kulnun. Við komumst því miður ekki lengra með þetta mál. Við komumst reyndar ekki lengra en þetta með nein mál. Verið sæl. We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I wanna know what happened to love. I didn't become myself before I met you. I don't wanna know what happened to your love. Everything about you, I like. You started out so fast, now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so takes a little time. As it ages like wine. How does it keep? Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta. Ég veit að þetta er aðalþátturinn á Netflix. Samt. Er þetta eðlilegt? Ég held bara að við ættum ekkert að vera að rugga bátnum. Ég hef aldrei séð svona þægbátn. Vanalega er maður að skráða þau í svona veislu með núna. Þú ekki lítið út fyrir eskan, þá ert þú leik. Hvað gerist þegar hún úr leik? Þá er hún skotin. Hæ? Er ekki örugglega bara vatn í byssunni hjá þér, ástu mín? Tissibon, Tessalíru. Já, við sérst horfum á þetta bara með original kóreiska talinu heima, sko. Já. En hann sagði þess að þetta eru vatnsbyssur. Held ég. Vona ég. Flott.
Ok, þá var bara eftir að kvitta undir og þá staðsett 14 ykkar. Áttu glös? Já. Verðum við ekki að fá okkur smá bublur? Heldur betur. Hann er geggjaður. Já, hann smellpassar. Á ég ekki bara að skella mér á hann? Jú, gerðu það. Til hamingju með jakkan, ástu mín. Takk. Svo vel. Eins gott ég tók bubluna með. Veistu það, án Laufey, hún var svo dugleg í dag. Þú skrifaðir L og þú skrifaðir A og veistu hvað, svo skrifaði hún bara allt nafni sinni. Nei, þú verður nú að leyfa mér að skála við þig. Er það ekki? Jú. Heyrðu, það lítur bara allt mjög vel út þarna niðri. Engar blöðrur á eggjastokkunum. Frábæra fréttir. Heyrðu, ekki með að bjóða þér að fagna með mig með smá bublum. Jú. Ég held einhvern veginn að framtíðin eftir 2000 yrði svifbretti og fljúgandi bílar og eitthvað kúl svona eins og í vísindaskaldsögu. Já, ég held það eiginlega líka. Ekki bara einhver djöfusins drulla. Hvað er þetta? Ekki bara betra að sleppa skeiðinni? Já, Eygló! Láttu nú hafa það! Eygló, 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 Eygló! Touchdown! Þú ert komin í samband við Útlendingastofnun. Skrifstofan er opin milli 11 og 11:13 og við erum staðsett djúpt í Kópavogi og þar sem að þú ert útlendingur er ólíklegt að þú eigir bíl. Þannig að þú kæmist hvort sem ekki hingað. En takk fyrir að hringja. Hello, hola, please pick up. Þvílíkur vinnufriður eftir að við fengum hennar símsvara. Þá getum maður loksins unnið eftir starfslýsingu. Já, hvernig á maður að geta vísa fólk úr landi? Það er alltaf verið að trufla mann. Þetta er Guðmundur Felix. Já. Bólusetningar er í fullum gangi. Mánudagur er Pfizer-dagur. Þessa vikuna verður fólk úr efrilögum samfélagsins kallað í bólusetningu. Til að létta lund verður boðið upp á kampavín og létta tónlist. Fylgikvillar Pfizer eru gjarnan skjálfti og vægur höfuðverkur. Þriðjudagur er Moderna-dagur. Svavaknútur tekur lagið á meðan bólusetningu stendur og allir fá sleikjó. Fylgikvillar Moderna eru beinverkir, hausverkur og smá sviti. Miðvikudagur er Janssen-dagur. Það verða engin skemmtiatriði og sleikjóarnir eru búnir. Fylgikvillar Janssen eru skjálfti, hitaköst, kuldaköst, beinverkir, kvíði, eftirsjá og miðnætti mun koma til þín draugur sem öskrar á þig. Krakkar, vitið þið hver á afmæli í dag? Jónas Hallgrímsson. Já, góðan daginn. Við ætlum ekki að trufla neitt, sko. Við erum bara aðeins að kíkja svona í kringum okkur hérna í skólanum. Já, borðist ykkur að tilkynningar ykkur raka? Já, við erum einmitt búin að vera að bíða eftir ykkur. Nei. Veistu, það er náttúrulega regla númer 1 að passa alltaf gegnum streymið. Það verður alltaf að vera smá rifa. Hvað segir þið svo, krakkar? Það er bara mjög lítill hluti bekkjaris hér í dag. Það hafa verið mjög alvarleg og langvarandi veikindi. Já, ef maður kannast nú alveg við það, sko. Það er nú margt skemmtilega að mæta í skólan, sko. Nei. Sérðu maður? Já. Þetta er gegn heil eig. Ha? Menn hafa ekkert verið að spara quality í den, ha? Þetta er komið nógu í bíli. Takk hérlega fyrir okkur. Það var frábært. Svo munið þið bara að opna glugga og taka lýsi. Bíddu, ætlaðu ekkert að stoppa? Jú, við vorum að því.
Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Ég spurði fyrst. Hver ert þú? Ég er þú. Af hverju ertu ég? Hey, af hverju ekki? Hvað er í gangi? Pabbi, hvað er í gangi? Hvernig á ég að vita hvað er í gangi? Ég er að deyta stelpu sem ég var að hitta fyrir 20 ára síðan og það sem meira er, hún hefur ekki elst í 20 ár. Og ég á bara... Hvað er í gangi? Ég veit ekki hvað er í gangi. En ég er að fíla það. Oj. Hvað? Hvað er í gangi? Ég skal segja ykkur hvað er í gangi. Það lenti sko loftsteinn í Vatnajökli og þess vegna er tvennt af öllum. Já, ok. Áskilur allt. Þetta er versti dagur lífs míns. Þú heldur að það sé slæmt? Ég drap son minn í morgun. Og hann var alveg, hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Gott kvöld. Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í morgun kröfu Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra ógildingu úrskurðar kærunefndar jafnréttismála vegna ráðningar ráðuneytisstjóra í menntamálaráðuneytið. Já, hvað þetta ekki einn? En eins og fram hefur komið réði Lilja flokksgæðingin Blesa frá Hafurstöðum í stöðu ráðuneytisstjóra. Var það mat héraðsdóms að brot Lilju fælist meðal annars í því að annar umsækjandi, sem er kona, hafi verið vanmetinn samanborið við hestinn varðandi menntun, leiðtogahæfileika og hæfni. Var hesturinn að mati Lilju hæfasti umsækjandinn og því ráðinn í stöðuna. Lilja neitaði að tjá sig málið við fréttastofu en vísaði á lögmann sinn sem er einnig hestur. Hæ. Hæ. Ætlar ekki snitsili? Nei, veistu það, ég verð alveg sött af þessu. Af hverju bólusetning þegar það er til lausn? Jesú, minn besti, nei. Ég get svoleiðis svarið að hún er að sjúga sitt síðast þessi ryksugt. Já, ekki bara besta fleginni. Kísa vill ekki bara matið sinn, hún er eitthvað veik. Er ekki bara besta lóginni? Jæja, skan, nú skaltu klæða þig. Það eru kosningar. Ertu búin að ákveða hvað við ætlum að kjósa? Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Jæja, þá er annar rigningadagurinn upp hér í 101 Kóitvík. Ég bara hlakka svo til, þetta er búið. Og kona getur bara leyft sér að fara í frí til sólarlanda. Og bara lifað. Krakkar! Vil ég ekki fara á sætarsafni í dag, eða? Ég fá engan ís. Mamma, please! Fokk, pósta þessu. Nei, hæ! Hæ, það er bara rauðvín í morgunmatinn. Nei, þetta er bara rýbena. Heyrðu, ertu búin að sjá Kötlu? Hvað fannst þér? Heyrðu, þvottavéli mín er að hringja, ég verð bara að fara. Heyrðu, Gyða, í kvöld, grillparty, ertu ekki að koma? Ég vildi að ég kæmist, en þú veist, COVID-reglurnar og svona. Nei, það er allt búið. Ha?
Já, það er búið að aflétta öllum reglum. Það engar reglur lengur. Þetta allt orðið eins og það var. Við erum að fara að halda upp á því í kvöld. Come on. Bless grímur skylda, ég mun ávallt hugsa til þín. Því það var svo næs að vera ekki sín. Að ganga með resting bitch face allan daginn. Án þess að vera spurð einu sinni hvort allt sé í lagi. Ekki allt í lagi? Takk símafundir fyrir öll skiptin þegar ég þurfti ekki að mæta klædd, allavega ekki að neðan. Sagði bara, já, einmitt, jú, akkurat, jú, ég skil þig. En á meðan var ég að horfa á Gilmore Girls með hljóðið niðri. Það var næs meðan það endist, en ekki gat það verið svona alltaf. Kominn tími til að klæða sig neðan beltis og smóltaka við nágrannans. Ég man ekki einu sinni hvað heitir úr nýju seríuna hans. Balta. Já, Balta? Þú talar um hvað eða ekki? 2 metra regla, ég mun sakna þín mest. Engin faðmlög eða fimmur. Oh my god, það var best. Engin kokteil eða gæsa eða morðgátur partí. Engin creepy pör að krómi af og stinga upp á trekanti. Engin mannleg samskipti, bara yndisleg þögn. Engin óþolandi frænka spyrja hvenær ég ætla að eignast börn. Það var næs meðan það endist, segir hæ við þetta resting bitch face. Þarf að gera þetta þó það sé erfitt, því ég og einu sinni myndi ég vítamín skort og komin með legusár og kötturinn minn þarf space. Vegna fjölgunar smita er nú aftur komin grímuskylda og 2 metra regla auk annarra varúðarráðstafana. Til að komast til móts við fólk með geðrænan vanda. Það er ekkert að tala félagsleg úrræði nema að minnast á borgaralaun og þá staðreynd að ekkert hefur verið gert til að komast til móts við láglaunafólk. Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Æ, góði besti, þú getur ekki bara gripið fram í hérna þessa... Here we go again. Ok, King Bjarni, fókus. Stöðuleiki, landtækifærana, lífskjör, lífshamingja. Hvaða trúðafest er þetta eiginlega? Tjótt nenni ég ekki að vera hérna. Mér langar bara að vera heima. Horfa á United vinna. Í nýja OLED sjónvarpinu mínu. Ef fólk bara vissi hvað ég var lengi að finna þessi sósíalistaföt. Finna eitthvað gallaefni stóð til að virka alþýðlegur en samt nógu snirtilegur til að fólk taki mig alvarlega. Mér finnst hrátt nautakjöt ekkert gott. Ég borða bara til að fá athygli. Glúmur. Það skiptir máli hver stjórnar. Það skiptir máli að ég stjórni. Og ákveðið þarf ekki að vera hérna. Ég er alltaf að fara að vinna þessar kosningar. Ég með þetta lag á heilanum. Ég segi upphátt allt sem ég hugsa. Líka núna. Ég elska að hlusta á Meatloaf og Ryksuga. Ég er komin til að sjá sigra, Sigurjón Digra. Halló, Hafnarfjörður, ding dong, bingo. Hvað segirðu, Ryksuga og Meatloaf, Inga? Já, fæði klæði húsnæði. Velkomin aftur, kæru áhorfendur. Leikurinn er að hefjast, seinni hálfleikur er að hefjast. Íslendingar því miður 2-0 undir í hálfleik gegn feiknarsterkum andstæðingum hér í undankeppni HM á Laugardalsvellinum. Eins og þið vitið þá mistum við leikmannavell á 30. mínútu út af utanaðkomandi aðstæðum sem ég finnst óþægilegt að tala um. Mér sýnist ekki vera nema 1, 2, 8 íslenski leikmenn inn á vellinum. Það virðist vera eitthvað fálið á varamannabekknum en íslenska liðið er þó að undirbúa skiptingu og sjáuð þið ástríðuna á íslenska liðinu. Sjáuð hvernig þjálfarinn hleypur upp á leikmanninum. Hann ætlar greinilega að fara við leikskipulagið einu sinni enn og þó. Nei, mér sýnist að vera að sýna honum nýjustu fréttir af df.is.
Það hefur greinilega eitthvað komið fram sem kemur í veg fyrir að hann geti klárað þennan leik. Jæja, þá erum við 4 leikmönnum færri. Jú, góða kvöldið. Góða kvöldið. Og afsakaðu nú ónæðið. Allt er góð. Þú kannski heyrt af því, en við erum að fara af stað með söfnun. Nei, hver eru þið? Já, eins og okkur nú flestum ljóst þá eigum við karlmenn undir högg að sækja þessar myndir og þörfin fyrir hagsmunasamtök fyrir þennan hóp var orðin býsna brýn. Svoleiðis að þess vegna var Karl Björg sett á laggirnar. Já, við þurfum að hafa okkar rödd og vera sýnilegir og síðast en ekki síst að geta aðstoðað menn sem að eigum sárt að binda vegna útskúfunar og virðingarleysis. Nú með því að kaupa kallinn þá ert þú að leggja þetta mörkum til að styrkja mannréttindabaráttu miðaldra, hvítra karlmanna. Og það besta að hann kostar aðeins 7.900 krónur sem auðvitað gjöf en ekki gjald fyrir þennan dýrgrip. Hvað þetta? Hvítur miðaldra kallmaður. Vantaði þið ekki mitt nýja keipelskan? Nei. Nei, oi mamma, hættu. Ég skal taka þetta. Vantar á keppuna mína. Jæja, þá sannreinum við þetta einu sinni enn. Miðflokkur. Sjálfstæðisflokkur. Humarsúpa. Lambafilé. Miðflokkur. Þetta ekki matseðil? Nei. Þetta er kjörseðil? Já. Nú hann Sívert sem búinn að ráða til sér nýja kaupakonu. Nú? Það er ljóst að ég vil láta hann fara á vormánuðum. Sveiartan, þú sem ert að fara að ala honum barn. Nei, hvað er að tarna? Bláráðir sköflungurinn. Æ, hann Þormóður, hann er svolítið fauti. Gat nú verið að þú lendir í honum. Já, hann þrengdaði mér í dyrunum á Stórholti. Fóturinn festist milli stafs og hurðar. Grút skítu á krumlurnar kálfandi út allt. Fói, harðgiftur maðurinn. Já, hann var nú líka harðgiftur hann Grímur á Tungutunni. En hann fleygði mér og barnungri eldabusk á dyr. Báðar þungaðar takið eftir. Já, svo sakaði hann okkur lí og þóttist ekkert við kannast. Það vafðist nú ekki fyrir sýslumanninum hjónabandið. Nei, hann byrlaði mér ólifjan og barnaði 10 sinnum. Þetta nú bara að útskúfa svona mönnum. Þetta breytist ekki, þeim verður aldrei útskúfað. Fyrirgefiði, en er ekki árið 1848? Í alvöru talað, erum við ekki komin lengra? Mér er spurn. Þetta er að verða alvöru brekka hérna. En Íslendingar eru þó að undirbúa skiptingu sem er jákvætt. Það eru greinilega ýmsir möguleikar í stöðunni. Hér sjáum við aðstoðarþjálfarann. Hann er að setja öll börnin sín inn á. Öll börnin. Þetta er ástríða. Heyrðu, það var bara þjóðhátíð. Já. Við þurftum náttúrulega að aflýsa í fyrra út af COVID. Þannig að við þurfum að hafa þetta mjög traust í ár. Það þarf að vera alveg óumdeilt Það er verið einmitt að rífa svo mikið akkurat núna Við þurfum eitthvað sem er alveg geggjað. Einhverja algjöraneglu sem að lægir öldurnar Já, það er ekki bara að vera að rífast COVID og sóttvarnir. Heldur MeToo líka. Það er alveg frásagnir kynferðisofbeldi Við þurfum bara að stíga mjög varlega til jarðar. Það er svo mikill óró í þjóðfélaginu. Alveg galið. Og ég held til dæmis að það sé mjög mikilvægt að brekkusöngurinn, sem er hápunktur hátíðarinnar, sé í mjög öruggum höndum. Sammála. Við þurfum að fá eitthvað sem að sameinar alla, eitthvað sem að er bara alveg óumdeildur akkurat núna og færi fram þau gildi sem að við viljum að fólk taki út úr þessum átökum. Algjörlega. Gildi sátta. Einmitt. Heyrðu, þau geta tala bara Ingo? Jú. Heyrðu, það er solid.
fyrir ykkur, það hef ég alltaf gert og mun alltaf gera. Leyfið öryrkjum og ellilífeyrisþegum að koma til mín. Heyr, heyr, hve vel mærinn mælir hér. Hlustiðið elskur, ekkert fjall svo hátt, engin botn svo lágur, ekkert fljótt svo vítt, elsku vinir. Ef þú þarft á hringd í mig hvar sem þú ert, þó fjarrið þú sért. Ekki málið. Kalla bara mitt nafn, ég kem eins og skot, ef allt fer í þrot. Við vitum að ekkert fjall er nógu hátt, engin dalur nógu lágur, ekkert fljót er nógu vítt til að halda flokki fólksins frá þingi. Ekkert fjall er nógu hátt, engin dalur nógu lágur, ekkert fljót er nógu vítt til að halda flokki fólksins frá þingi. Ekkert fjall er nógu hátt, engin dalur nógu lágur, ekkert fljót er nógu vítt til að halda flokki fólksins frá þingi. Heyrðu. Varstu búin að frétta þetta með Stefán? Nei. Í alvöru? Já. Og hann líka? Já. Þetta er alveg hræðilegt. Og hvað? Hvað? Nú er bara engin samskipti, hann fer ekki að hitta neitt. Guð. Hvað með Mari og strákana? Hann fer ekki að hitta þau. Í alvöru. Veistu það, ég verð bara að segja það. Það kemur ekkert óvart. Ég grunaði alltaf að hann væri kynferðisafbrotamaður. Kynferðis? Ha? Hann er í einangrun með COVID? Ó. Vá. Æ, guð, elsku Stebbi. Og Marja. Var þið mikið veik, eða? Já, velkomin með okkur aftur, kæru áhorfendur. Eins og sjá maður er sjálfur komin inn á. Nú þurfum við öll að leggjast á eitt á svona erfiðu tímum. Það er að styrkja þessa miðju. Koma! Hvað er hann búinn að sitja þarna lengi og gera ekki neitt? 3 ár. Og hvað er hann að gera? Hugsa. Í 3 ár? Birgir. Veistu, Já. klaustursmálið, Já. það var ekki kúl. Ha? Elska mín, hringdi hann Bjarna. Þetta er svo yndislegt hvernig þetta gerðist Já, allt saman. maður. Hæ. Hæ. Gaman að fá að hitta því, loksins. Leiðis. Gamli. Birta. Sæl. Mamma. Gaman að sjá þig, sætlasti mín. Sittu. Ég kannast rosalega vel við þig. Þekkist við eitthvað? Nei, held ekki. Heyrðu, já, hvað segir, hvað er spennandi hér? Við séum brotna bara á rúðan og við erum hérna. Hvað gerir þú annars? Ég er að vinna sjálfstætt. Ég kannast svo rosalega við þig. Ég er bara, þekki ég kannski foreldra þína? Nei, ég held ekki. Ég þekki þau alla sjálf. Sjónvarpinu. Þú verður í sjónvarp. Nú verður leikið í auglýsingum eða hvað. Pabbi var hætt að pæla í þessu. Ég er búinn að sjá því svona 1.000.000 sinnum en ég man bara ekki hvar. OnlyFans. Ha? Kannast ekki bara við mig frá OnlyFans? Æ, sorry. Ég verð að taka þetta. Halló? Jú, það er hann. Einmitt. Heyrðu, hvað segir ég? Ætlaði að fá okkur eftir þetta? Já, ekki. Ég ætla á Splæsi. Pabbi minn gaf mér sko 75 skall í tips dag, þannig að Splæsi. Hann er svo mikill leðilingur, þessi maður. Mjög flottur. Enda mjög gott vídeo sem við gerum. Hvað var þetta með teipinu og rifinu og það? Hvað var mörg smitt í gær? 94 minnum mig. Talan heldur bara áfram að hækka og hækka. Já, þetta er agalegt. Hvað fékkst þú eftir? Moderna. Heppin, ég hef Janssen.
örflagan ekkert að virka. Örflagan? Hvað meinarðu? Örflagan sem þeir planta. Bill Gates ætlar að ná stjórn á okkur. 5G tekur yfir. Mér finnst nú skrítið að... Lömbin leitt áfram. Á meðan elítan stjórnar þríeykinu. Grímuskylda, hata hana. Samkomu takmarkanir, heilaþvottur. COVID. Heimsvíður á satanesta og sauðirnir hlýða. Halló, ertu fólk eða kind? Halló, halló, eru þið blind? Halló, sérðu það sem ég sé? Halló, halló, me, þetta ekki biðruð, þetta eru réttir. Allir láta smala sér til að bíða eftir. Sprautu beint í æðina, eigum við að ræða það. Vita þessar hræður hvað æðar þeirra flæða. Trúið bara öllu sem þeir vilja þið trúið. Haldið að það verður ekki frá þessu frúið. Þetta ekki flókið, þetta ekki snúið. Ég held í mér andanum þangað til að þetta búið. Allt í lagi, vinur? Ég sæki hjálp. Hvernig á ég að gefa honum munn ef hann heldur niður í sér andanum? Halló, halló! Gaur! Gaur! Gott kvöld. Hún hefur verið mjög áberandi í umræðinu síðustu 2 árin, nánast sett samfélagið á hliðina. En nú hún sest hjá okkur til að ræða sína hlið, kórónuveiran. Hvernig hafa þessi mál hort við þér? Þessi mál horfður þannig við mér að þá greinilega að útrýma mér. Það hljóta allir að sjá að það ekki í samræmi við mína hagsmuni. Já, en ég meina þannig það bara. Ég meina fólk verður að gera sér grein fyrir því að ég er með ákveðið viðskiptamódel hérna í gangi sem gengur út á vöxt, gengur út á það að við séum að fjölga okkur. Og þessar ráðstafanir sem við búið að vera að grípa til í þjóðfélaginu, það náttúrulega að hindra þennan vöxt. Já, en þú hlýtur að skilja. Ég skil þetta alveg. Þetta eru bara hagsmunir. Þið viljið útrýma mér. Ég vil útrýma ykkur. Já, og það er endalaus viðtöl hérna við landlækni og sóttvarnalækni sem vilja útrýma mér og hérna núna þarf bara hitt sjónarmið að heyrast. Ég meina þetta nú einu sinni RÚV. Já, við komumst víst ekki lengra með þetta mál. Komumst ekki lengra? Takk fyrir Ég ætla ekki að bjóða mig þetta. Koma, kórónuveira, verið sæl. Hæ? Halló, spritt! Þú með spritt? Góðan dag. Við erum mætt. Því eins og þjóðin veit, þá er veiran í miklum veldisvexti núna og því mikilvægt að bregðast skjótt við. Nei. Nei, ég trúi þess ekki. Please. Ekki önnur svona afturta. Þurfum við þá aftur að vera með grímur í skónum? Já, alveg örugglega. Ábyggilega. Nú, þá má geta þess að sóttvarnahólfin þau eru stútfull og við erum í miklum veldisvexti. Hæ allir! Nú það bara Loki að slappa af og fá sér smá Pinot Grigio eða Champagne. Hey! Og fara í hraðprófið. Þú ætlar að kalla og vera living á ný. Nú er að koma áramót og ætlum að skála og fagna nýju ári og ekki vera með bíf við King Þórólf. Og þríeykið þarf bara Loki að hvíla sér smá því þau eru alveg búin að vera sjúklega dugleg. Þórólf er king. Alma er queen. Og við er alveg Loki daddy. Og þríeykið er æði! Æði! 2022 verður æði! Hver er æði? Já, hverju er þetta? Æði? Stífrið til? Já, nei. Ég samryggist. Elsku drengurinn minn. Er þetta búið? Gleðilegt árið, farsæl fet og nýjan veg. Gleðilegt árið. Ég get ekki tekið mark
ekkert hver ég En ég sé hvað þú lækar á Twitter Eins og hvað, því ég veit alveg hvaða flokk þú kýst Ekki þann rétt að það víst Þér samum hverfið Þú átt bóttið fleiri föt Þú borðar kjöt Ég að reyna Nei, ég að reyna En viltu fara flugvöllin? Já, takk skan Meiri hálfvitinn Komdu á hærra plan Þú sýnir engan vilja til að skilja mig En allt læg, gleðilegt nýtt ár Sama hver þú ert Sama hvað þér finnst og hvað þú hefur gert Ég vona þessi hátíð verði dásamleg Ef þú hugsar eins og ég Gleðilegt árið Farsæl fetum nýjan veg Gleðilegt árið Ef þú hugsar eins og ég Við eigum enga samleið hér Þú veist ekkert hver ég Það allt út í Ítala hjá þér Hvað með það? Ekki ég að dæma hvað þér finnst Með versta smekk sem ég hef kynst Þú hatar þjóðhátíð sem fílar Eurovision Já því að Daði Freyr æði Nei, Daði Freyr æði Horfir á vikuna Vistu ég bara heima með Helga Þú ert svo mikið pakk En allt læg, gleðilegt nýtt ár Sama hver þú ert Sama hvað þér finnst og hvað þú hefur gert Ég vona þessi hátíð verði dásamleg Ef þú hugsar eins og ég Gleðilegt árið Farsæl fetum nýjan veg Gleðilegt árið Ef þú hugsar eins og ég Gleðilegt og geggjað, hátíðlegt og hellað Gæfuríkt og gott, fullkomið og flott Ég vona þessi hátíð verði dásamleg Ef þú hugsar eins og ég Ég sýni öllum skilning sem hugsa eins og ég Ég sýni öllum virðingu sem hugsa eins og ég Ég gef öllum tækifæri sem hugsa eins og ég Sem hugsa eins og ég Gleðilegt nýtt ár Sama hver þú ert Sama hvað þér finnst og hvað þú hefur gert Ég vona þessi hátíð verði dásamleg Ef þú hugsar eins og ég Gleðilegt og geggjað, hátíðlegt og hellað Gæfuríkt og gott, fullkomið og flott Ég vona þessi hátíð verði dásamleg Ef þú hugsar eins og ég La 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 hugsar eins og ég Líka núna.
God damn. That's a beautiful hill.